Ef við ætlum raunverulega að tryggja fjölmiðlafrelsi á Íslandi, þá getum við ekki skapað aðstæður þar sem að frjálsu miðlarnir fá ekki þrifist. Sko, við getum þó ekki tekið einn fjölmiðil sem við köllum ríkisfjölmiðilinn og skapað honum þannig yfirburða aðstöðu og leyft honum á sama tíma að vera á samkeppnismarkaði auglýsingafé, að allir aðrir miðlar séu bara, án sólarljós í skugga Ríkisútvarpsins. Þetta kalla ég ekki að hafa skapað aðstæður fyrir frjálsa fjölmiðlun. Síðan, ég ætla ekki einu svona að fara út í það hvað fjölmiðlun hefur mikið breyst. Hér sittum við hvor á móti öðrum og erum í einhverju upptöku sem ekki að fara í útvarpið eða það eru allir þessi nýju miðlar og auðvitað þessi heimur allur að breytast. En breytir því ekki að mér finnst skuggi Ríkisútvarpsins vera of langur. Ég sé hvað margir einkareknir miðlar eru í miklum erfiðleikum og við þær aðstæður þá segi ég næsta skref hlýtur að vera að taka Ríkisútvarpið af auglýsingamarkaði og leyfa hinum frjálsu miðlum að berjast fyrir því auglýsingafé á innanlandsmarkaði. Ok, og þetta eitthvað sem þú myndir vilja setja í stjórnarsáttmála? Já, og við erum með þetta í okkar stefnuskrá. Næsta stóra spurning verður auðvitað þessi. Hvað á að gera fyrir Ríkisútvarpið á móti? Og við í Sjálfstæðisflokknum höfum sagt það þarf ekki að láta Ríkisútvarpið hafa krónu fyrir krónu allt auglýsingaféð. Það er hægt að draga úr framlögunum upp að einhverju marki. Ég veit ekki nákvæmlega hversu mikið það myndi gera fyrir frjálsu miðlana að fá Ríkisútvarpið af auglýsingamarkaði, sem segja að það auglýsingaféð myndi dreifast hinga og þanga, myndi ekki allt skila sig inn á íslensku miðlana. Gott og vel. Það kann að vera. En það er bara eitthvað gjald sem við greiðum fyrir þá breytingu, af því að prinsippið er að gera það sem þú getur til að tryggja frjálsa fjölmiðlun. Og við vorum hérna í upphafi þáttarins að tala um frelsismál og mér finnst þau oft smættast niður í of lítil mál. Menn segja, heyrðu, sá sem ekki styður okkur í að leggja niður mannanafnanefnd, hann er náttúrulega engin frelsisins maður, Ok, við getum deilt um það endalaust, hversu langt er ég að ganga í því að hafa skoðun að þessu, en ég meina, mér finnst til dæmis í því máli mér finnst vera menningarlegur arfur í nafngift á Íslandi. Já, mér finnst það bara rosalega dýrmætur arfur í nafnakerfinu sem við höfum verið með í gegnum tíðina. Herru, gott og vel. Svona mál, þetta snýst grundvallarréttindi. Þetta er nátengt fjölmiðlafrelsi, er nátengt tjáningafrelsinu og við erum sem betur fyrir ekki með ríkis einokun lengur, en ímynda hvað stutt síðan. Maður var úlingur þegar það var ríkis einokun á fjölmiðlun, semst í útvarpi. Nú er bara komin tími til þess að stíga stærri skref og þegar ég tala um þessi grundvallarfrelsismál þá eru þau fjölmiðlun, það er í hvaða félagi máttu vera og ekki vera, skattar er annað mál. Ég meina, ertu frjáls til þess að bæta kjör þín þegar ríkið er farið að taka helmingin af því sem að þú bætir við í tekjum í skatt? Helmingin? Þú ert það ekki, nei. En við erum semst í hátekju skattþrepinu ennþá með rétt 47%. Það þýðir eiginlega að maður sé bara að vinna fyrir ríkið. Maður er ekki að vinna fyrir fyrirtæki sem að starfa hjá aldrei, maður vinna fyrir ríkið öðrum þræði. Við erum með þá stefnuskráni að hækka þarna viðmunamörkin upp í að misskosti 2-föld meðallaun og það ætti að vera næsta skref. Og við verum að fara að tala um skatta í þessu samhengi og í þessum kosningum þá þurfum við að ræða um skatta í tengslum við bara frelsi. En hér eru sem flokkar að boða stór aukna skattheimtu. En bara svo aðeins til að skilja þetta með RÚV, gæti RÚV ekki alveg komist af, hvað er þetta margir? Er þetta 6 milljarðar sem við fá frá ríkinu hverju ári eða hvað var það? Já, er ekki tekjurnar, heildartekjurnar eitthvað staðar á því bili? Já, og var ekki vel hægt að reka sómasamlegt RÚV fyrir bara þann pening þó að auglýsingatekjurnar eru teknar af? Ég held að auglýsingatekjurnar, ef ég manda rétt, ég verða að setja ákveðin fyrirvara á þetta, losi 2 milljarða. Þannig að það muna verulega slíkan tekjustótt fyrir Ríkisútvarpið. Spurningin er hversu langt á að ganga í að bæta upp í það gat og þetta er svolítið svipað eins og bara þegar við erum að tala um ríkisútgjöld. Í staðis að vera að tala um hvort að ríkisútgjöldin eiga að vera 1200 milljarðar eða 1500 milljarðar eða 1700 milljarðar. Af hverju ræðum við ekki frekar um það hvað á ríkið að gera? Svo finnum við út úr því hvað það kostar en ræðum meira um það í hvað peningunum fer og alveg sama með Ríkisútvarpið, spyrjum okkur á því, getur ekki verið að Ríkisútvarpið sé að halda úti ýmsri kostnaðarsamri eða framleiðslu eða starfsemi sem að við getum losa okkur við
ef við byrjum á þeim enda, þá sjáum við á endanum hversu mikið þarf að bæta þeim upp tekjutap af því að selja ekki lengur auglýsingar. Og þá þá ég bara að hugsa þetta þannig að við myndum hérna reyna að kjarna svolítið betur hlutverk miðilsins og hleypa súrefni inn í frjálsa fjölmiðlun á Íslandi. Við, og af hverju skiptir þetta máli? Þetta skiptir máli fyrir annað grundvallamál sem framkvæmd lýðræðisins. Þetta lýðræðismál að það sé hérna frjálsir fjölmiðlar. Þetta gæði skoðanaskipta í landinu haldast í hendur við gæði ákvarðana sem eru teknar.